Í Jeremía, í 4. kaflanum, í 23. versi segir, nú það Jeremía sem fekk að sjá inn í himinin og ýmsar sýnir. Ég leit í jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans, þar að segja, Drottins var slokknað. Ég leit á fjöllin og sjá þau nötruðu og allar hæðirnar þær bifuðust. Ég litaðist og sjá þar var engin maður. Allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist og sjá aldurgarðurinn var orðin að eyðimörk og allar borgir hans gjöreyddar af völdum Drottins, af völdum hans brennandi reiði. Hægt að hafa það skýrar en þetta, vinir? Einhverjir svo djarfir að ásaka Guð fyrir það að gefa okkur þetta kærlegs bréf sem við köllum Biblíuna sem eitthvað óskýrt og torskilið? Ekki aldeilis, vinir. Ef við skiljum bara prentað orð, þá getur Drottinn ekki verið skýrari en einmitt þetta. Og í Filippbréfinu, í öðru kaflan, hann kemur að því þegar sjálfur Satan og fallnir englar hans ásamt öðrum munu viðurkenna að Jesús Kristur og réttlátur Drottinn. Frá 5. versi. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd, hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig mynd, þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og var hlýðinn allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því, hérna kemur það, fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, á jörðu og undir jörðinni, sem þetta ánum, sem eru þá upprisnir. Og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur Drottinn. Nú engin vafi lengur. Drottinn gat ekki leyft sér að tortíma hinum illa, fyrir að allir væru sannfærðir bæði á himni og jörðu, að Guð réttlátur, að deilan mikla sem hófst með uppreisn forystu engilsins á himni, hún snerist það hvort að Guð segði satt eða Lúsífer segði satt. Og hefði hann útrýmt Lúsífer strax, haldið þið að aðrir englar í ríki Guðs eða aðrar verur, því að það augljóst í Biblíunni að Guð hefur skapað fleiri veraldir. Við erum eftir að kynnast þau síðan þegar við förum inn í himni. Að Guð hefur skapað aðrar veraldir, það sem eru skynjuborna verur. Og fyrir öllum slíkum og englum, bæði réttlátum englum sem reyndust Guði trúir og hinu ranglátu sem fylgdu Lúsífer í uppreisninni gegn Guði. Það munu allir játa. Guð Faðir réttlátur Guð. Guð Sonurinn réttlátur Drottinn. Og allir munu beygja sig. Satan líka, því það segir hvert kné á himni, jörðu og undir jörðu. Þetta innifelur fallna engla. Þeir munu beygja sig fyrir Jesú Kristi og játa. Það stendur þarna. Játa, það gerir maður með vörunum, með tungunni. Að Jesús Kristur Drottinn. Það ekki fyrr en að þetta gerist sem að Guð almáttugur getur leyft sér að tortíma allri synd. Og honum finnst það alveg hörmulegt að þurfa að tortíma einnig ranglátum. Fólk sem hann skapaði til að lifa það eilífu en höfnuðu náð hans. En hér komið að skundardögum. Guð mun ekki leyfa eða líða synd og uppreisn alla eilíf. Nú óhætt að bjóða mannlegar verur frá jörðu, þó þeir hafi verið syndarar, eða hafa meðtekið hjálpræði Drottins. Nú hægt að bjóða þá velkomna inn í himinin, eða þeir hafa verið boðnir áður í byrjun 1000 áranna, en ég að segja að það ekki fyrr í lok 1000 áranna að hann getur leyft sér að eyða tortíma hinu vonda. Það gerist, en vitið það, við tölum oft það að við munum verða á himni. Já, í gegnum þessi 1000 ár. En eftir það kemur borgin, vistarverurnar sem Kristus sagðist alltaf útbúa fyrir okkur, komið til jarðar.
Og það hér á nýrri skapaðri jörð sem ef til vill, það eru vísbendingar það, að verði miklu stærri en jörðin núna. Það annar rannsóknarefni. En þá verður hafið ekki stórt eins og þið núna, það verður miklu meira þurrlendi heldur en nú er. Nú er vatn sem þekur meiri hlutan af jörðinni heldur en þurrlendi gerir. En það verður haf nóg fyrir fiska og hvaðina, en jörðin verður allt öðruvísi. Og takið bara eftir því sem hér kemur innan skam, sem í 21. kaflanum, 1. versunum. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki fram að til. Það að segja eins og við þekkið það núna. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem, sjáðu, stíga niður af himni frá Guði, búin af sér brúði skartar fyrir manni sín. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu og sagði sjá tjaldbúð Guðsinn að mannana og hann mun búa hjá þeim og þeim munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Takið eftir hvað verið að segja okkur þannig. Guð ætlar að flytja búferlum. Hvar sem að aðsetur og stjórnsetur alheimsins þar sem Guð hann ætlar að flytja það hingað til jarðar og vera það sem fólkið hans að alla eilíð mun Guð almáttugur, Guð faðir, fullvissa hina horfnu elsku sína vegna þeim, að þeir þurfi ekkert að óttast. Og hann sýnir þetta með því að vera hjá þeim, á meðal þeirra. Og ég get ekki beðið mér eftir því að Drottinn komi, að ég geti farið að upplifa svona hluti. Svo segja menn bara Guð harður og harðbrjóst og hvað það? Ég segi bara svei. Þeir lesa ekki Biblíuna og segja, það stegir mér að sé í litlu Biblíunni sem allir vitna í og kunna auðvitað bókar, Jóhannes 3:16. Því að svo elskaði Guð heiminn, það Guð faðirinn, að hann gaf son sinn eingetinn, það hann sem gaf soninn, til þess að hver sem á hann trúi glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þetta lýsir föðurnum vel. Og hann ætla bara að búa hér á meðal okkar, á þessari nýju jörð. Svo kemur þessi mjög afgerandi texti, sem gerir í rauninni út þessar hugmyndur og kvalastað, þjáningar alla eilíf. Það segir þar, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, þessara horfnu, allir myndu þeir vera grátandi eftir við, kannski vegna þess að sakna ættinga, vina, sem ekki þáðu boðið og glatast. Og dauðinn mun ekki framar til vera, verður engi dauði, hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Því fyrra farið. Mundi Guð taka svona til orða ef hann sé til þess að rangláti kveljast alla eilífð í einhverju helviti? Látið ykkur ekki þetta í hug. Þetta ekki bíbluleg kenning, þetta djöfuleg kenning. Og það Satan sem hefur róið að þessu öllum árum í gegnum aldirnar að sannfæra fólk að það fari til helvitis ef það ekki nógu gott. En sannleikurinn þessi að þó að við séum syndara og við viðurkennum það, að þá Guð svo réttlátur og góður, svo kærleiksríkur, að hann ætlast ekki einu sinni til þess að við séum fullkomin. Það í Jesú Kristi sem við erum gerð fullkomin. Þegar Jesús kannast við þig eða við mig í dóminum hið efra, þá erum við yfirlýst heilug sem væri við syndlaus. Og Drottinn mun taka frá okkur alla synd og freistingar og tilhneigingar þegar það kemur. Vegna þess að við verðum ekki, við höfum engan áhuga á því. Engin löngun til þess. Og það mun ríkja friður og gleði og hamingja alheiminn. Vegna þess að nú hafa allir séð að Guð réttlátur Guð. Og þetta marg endurtekið í heilari reikningum frá upphafi til enda, að deilunni miklu, milli góð og illa, henni mun ljúka og þá munu allir komast að raunum að Guð réttlátur. Í 5. versi segir, og sá sem í hásætinu sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, takið eftir þessu,
Því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Allt annað er lygi sem kennt eins og hvalastað og svo framvegis. Þetta eru orðin trúu og sönnu. Getum við tileignað okkur sannleikavinni? Áfram í 7. versi, og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, þetta er Kristur núna, upphafið og endurinn, ég mun gefa þeim ókeypis sem fyrstur er af lind lífsins vatns. Þetta kostar ekki neitt. Þú ert ekki svo duglegur og réttlátur að geta bent á eitthvað gott í lífi þínu til þess að verðskulda eilíft líf. Það er gjöf. Og svo segir, sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Nú ætla ég að sýna hvernig svo lítið, sem ég teiknaði bara upp á tjald, upp á blað.